Það sem fólk er að ræða í dag er ríkisstjórnin að springa til þess að hjálpa mér til að svara þeirri spurningu er hingað komið Sigurjón Magnús Eyjólfsson. Bróður minn. Já, fyrirverandi þingfréttarittari til margra ára. Já, ég heldum að ég hef verið þingfréttamaður en mokkamennirnir voru þingrítarar. Þingfréttarittar. Já. Þeir skrifuðu bara upp allt sem var og sendu upp yfir svo var unni úr því þar en á djöfa þá var maður bara með valdi maður bara úr hvað maður taldi fréttamaður. Þannig að þetta var fréttamaður, vera fréttamaður eða blaðamaður. Hvað heldur þú að það er ekki stemning þessar ríkisstjórn? Nei, það sem þetta er svo hjón að skilja? Já, nákvæmlega og svo líka finnst mér svolítið merkileg sem að Vilhjálmur Birgisson hefur sagt í dag. Hann segist búin að tala við þingmenn og ráðherra, bæði úr Sjálfstæðisflokki og Framsóknarflokki og hann segir að með þau samtöl að þá verði bara stjórnarslit. Og svo heyrði ég nú síðdegis í Sigur Inga Jóhansinni þess að ákvörðun Svandísar að fresta hvalveiðindi 31. ágúst. Hann var bara reiður. Það kem ekki til greina. Þannig að hann ræður ekki, það hún sem ræður í. Já, en upp á lífi ríkisstjórnarinnar og annað líka, ef þeir hanga saman í einhverju svona fílu og átökum og hvað verður þá? Hérna erum við með bullandi verðbólgu, enga stjórn á efnahagsmálum. Við höfum svo sem ekki haft það, þau höfum ekki gert mikið Það var ekki? Nei, þau hafa ekki gert mikið, það voru allir að bíða til að kæmi eitthvað núna í vor, voru allir að bíða til að kæmi eitthvað núna síðlega áramót, kom sáralítið út úr þessu. Já, og það ekki verið betur ef þau hægt að talast við eða eitthvað, og horfa bara niður í bringun á sér á ríkisstjórnarfundum. Þannig að þú ert að segja að sjálfstæðismenn og framsóknarmenn séu að ræða það sína á millinu núna, að það sé raunverulega ekki hægt að halda áfram. Já, ég held það. Og hvað ætla menn að gera þá? Já, það er náttúrulega þetta, þessi flokkar nú með helviti mikið niður eins og það er ekki svo fylgið hafi hlaðist upp hjá þeim. Framsókn er náttúrulega búin að missa helmingin af því sem er ekki best að kjósa Framsókn, brá til sín. Já, og svo Sjálfstæðisflokkurinn kominn víða undir 20% sem er náttúrulega... Ég held eins að Sjálfstæðisflokkurinn sé svona tilbúnar í kosningar. Ég held að þeir líti alltaf svo á að þeir séu bestir í kosningum og við munum ná þessu. Þannig að þeir sjá að við erum í könnunum, erum við 21-22%, senst á 26-27. Bjarni sagði þetta fyrir síðustu kosningar. Eitthvað. Hann nefndi einhver mæling, en við vinnum alltaf á í kosningum. Alveg sannfærðis og sem var varð, Já, svona 3-4%. Frá svona síðustu 10 dögunum fyrir kosningar. Og þá megi reikna með að út af maskinu sem hafa, náðu svona 3-4% út. Já, hann var sannfærður, allavega síðast. En svo það líka En er ekki annað, að við mátt trufla, þetta er kosningar. Er ekki hægt við þessi flokkar muni ekki vilja kosningar vegna þess að hættan er svo að samfélgiki muni vinna stórsigur? Já, en ef þau er ekki líft inn í herberginu, það verður að fara út. Það er bara hver getur markasett sig sem besta flokkir af þessum þremur. Það þarf ekki alltaf kosningar, Það þarf ekki kosningar. Það er ekki, nei. Framsóknarmenn eru með 13. Sjálfstæðismenn eru með 17, það bættist við þarna einn miðflokksmaður, en það eru 30. Þeir myndu duga Viðreisn. Eða Flokkur fólksins. Hvað heldur það? Nokkuð víst hvað kostar. Það er eitthvað átök í íbúðabygging. Minna heldur en VG. Hugsa þeir þá? Já. Það gæti orðið. Heldur það gæti verið? Jú, og Bjarni fengi loksins að vera aftur forsætisráðherra. Hann var það í tæpt ár fyrir nokkrum árum. Já. Nei, ég veit það ekki, ég veit það bara að ef að þessi stjórn er að springa og þá er það hvort að einhver flokkur vilji setjast inn í með þeim, taka við að VG. Vilja er það, ég veit það. Ég vilja að fara í kosningar og fara í slag við þessa flokka sem verður það allir særðir. Hvaða flokkar eru særðir? Nei, stjórnarflokkarnir. Já, það er þeir sem að ráða því hvort að verði kostningar, Er það? Já, ekki nema að þetta sé bara óbærilegt. Hún býst til lausnar. Já. Katrín býst til lausnar. Hún mun gera það mjög seint.
hún hefur lagt mikil metnaði því að halda ríkisstjórninni saman, já. þetta sé eins og próf fyrir hana til þess að sýna hvað hann er góður forsætisráðherra, mælikvarðinn á því hvort að ríkisstjórnin haldist saman. Já, það er rétt. Já, við erum sammála það. Það er gríðalegu metnaður hjá VG að þetta brotni ekki. Já, já. En ef þetta er orðið þannig, eins og virðist verið í dag, að fréttum í dag, þegar að til dæmis formaður Framsóknarflokksins er ekkert að spara sig, sko. Nei. Í stuttu viðtali, bara ekkert að spara sig. Það kemur ekki til greina minn alveg, það kemur ekki til greina. Og þú er nú stundum sagt, sko, ég veit ekki á ég segja það, jú, þú segir stundum hvað eru múturnar? Já, í íslensku stjórnmálum. Já, og í hérna, þegar Kristján Þór Júlíusson var sjávarútvegsráðherra, að þá sendi, það er nú frægt, sko, hann sendi, Hvalur HF fyrirtæki Kristjáns Lofssonar sendi hérna bara fyrirskipin til ráðherra, hvernig þetta haga sér, sko. Þannig að það trist honum ekki, þeir sendi þetta bara í... Já, vildi hafa þetta réttir í þetta og svona. Nei, en já, það var þannig, sko. Þannig að, hvað veit maður að þegar svona frekjudallar er annars vegar sem að fengi sínu alltaf fram, náðu alltaf sínu fram. Hvað veit maður? Já. Sko, síðasta vik er búin að vera mjög merkileg þegar var boðaður þessi ríkisráðsfundur og að ljósta að það væri að fara að draga því að Jón væri að fara út úr dómsmálandinu. Þá gerist það, og ég held að allir bara fundið það einhvern veginn, ég fann það, hvað þá þeir í valhöll í næsta, að það var bara almenn andstaða innan grasrótar, hvað svo sem það er, Sjálfstæðisflokksins, við það að Jón væri látið víkja. Þá kemur eiginlega í ljós að stefna Jóns er í meiri takt við vilja grasrótarinnar heldur en það sem að sko aðri ráðar að gera það fórustum. Já, og það sem er svo þetta er merkilegt þetta, því það voru sjálfstæðisfélög í Suðurkjördæmi, kjördæmi Guðrúnar, sem skoruð á Bjarna að hætta við þetta. Og svo kemur hún, og svo er hún ráðherra, og þá segir Bjarni, það verið fylgst með því að hún framfylgi málunum sem Jón hefur verið með. Andi Jóns mun ríkja. Já, en þá til hvers var þá verið að skipta? Já, það er það sem er skiptið. Bara, nei, þetta er að vera að pína Guðrúnu. Já, en svo hérna í aðdragandunum, og Jón gefur alltaf meira og meira í sambandi við yfirlýsingar, og í þessum aðdraganda, þá verður alltaf ljósara hvað Jóni, og líklega stórum hluta sjálfstæðismanna, þá er samstarfið VG orðið svona hálf óþolandi. Hann segir það, bara VG hafi eyðilagt mál fyrir sér og VG getur segir líka hérna dragan á asna í hann. Já, hvað heitir þetta? Þjóðlíf morgunum? Nei, dagmál, já. Það verður viðtalið við hann, ég veit ekki hvort það er búið að senda það út, sko. Það sendur því morgun. Já, en þar segir hann víst að það verður mjög erfitt fyrir VG að vera í ríkisstjórnin á þessum tímu þegar að sko, stríð í Evrópu og lera, það sé bara mjög erfitt fyrir VG að sem svona alltaf friðasinnarnir miklu, sko. Þetta sé bara erfið þáttaka hjá þeim. Líka í sambandi við innflytjendamál og flera. Já. Og þetta er svona tækni þegar menn segja þetta. Ég held að sé verið erfitt fyrir þig, Sigurjón, að vera að vinna með okkur í þessu. Það þýðir eiginlega að við viljum ekki hafa það. Það þýðir það, sko. Já, en það kemur ekki úr sterkari hálsi en Jóns, þá er þetta kannski alveg þolanlegt, sko. Já. En Bjarni sagði eitt í gær, náttúrulega hann styður bara allt sem að Jón hefur gert og öll hans hegðun í gær. Hann lét klappa fyrir honum á síðasta landsfundi. En öll hegðun hans í gær, við tölum það við rauðaborðið í gær, að þetta hefði raunverulega verið stefnubreiting hjá Sjálfstæðisflokknum í gær. Það voru bara flóttamannamál eru bara sett inn í miðju íslenskra stjórnmála í gær. Og ég sá að Eiríkur Bergmann og fleiri voru að draga sömu ályktanir. Þannig að Bjarni kemur fram með þetta og þá var hann spurður, en er þetta ekki bara ljóst að ykkur gengur ekki að vera þá með VG? Og þá segir hann eitthvað svoleiðis að við höfum náð samkomulagi við VG, eins og það sé ekki vandamálið, og þá er hljómar eins og hann náði samkomulagi við Katrínu eitthvað tiltekna lausnir, en síðan standist það ekki þegar á reynir í þingflokknum. Þannig að mér fannst það líka að vera merkilegt, það sem hann segir. Sko, mér fannst þegar ég var að horfa á Bjarna í þessu viðtali, þá fannst mér hann sko svona, eins og verður stundum svona svolítið önugur og mjög svona ákveðin sko gagnvart sko
vafkið mitt, sko. Mér fannst hann svona, ég hef séð hann svo reiðan, sko. Það var svona, hann var á leiðinni þangað, eins og hann líka stundum í þinginu, sem hann bara þolir ekki á köflum. Og hann sérstaklega ef Björn Leví í salnum eða eitthvað. Hann í síkonu sóknum eins og Björn. Fnæsir af pyrringi. Hún sér ósambúð að vera í sama herbyggi og sumir, það er bara hann ekki. Já. Og þarna var hann á tröppunum á Bessastöðum, einhvern veginn sá þetta var svona klúður að hún á að gera saman og Jón var að gera, akkur fór þá Jón og eitthvað, sko. Og þá gefur hann svolítið í, sko, til að tala annað og hann var svolítið svona eins og hann leiðinlegastu, sko. Þannig að ég held að það verði mjög leiðilegt að vera með honum í ríkisstjórn. Hann er svona finnur fylgið að fara og svo eitthvað klúður, eitthvað í svona málum og þá grípur hann reyndar í þetta hálmstrá sem útlendingamálin. Og hann á enga leið út af því. En hvað hálmstrá er það? Er það von Sjálfstæðisflokksins til þess að geta vaxið á svona miðflokks? Já, náðu sem 2 þingmönnum. Eða, ég meina, það er þannig að þungin í málflutningi Jóns í vetur, hann hefur alltaf orðið meiri og meiri. Og ég held að það er líka eini ráðherra sem hefur sérst eitthvað til, sko. Og ég held að það hefur svolítið opinberast á þessari viku að Bjarni og fleiri hafa átt að segja á því að þetta er bara þetta á erindi. Þess vegna talaði hann var svona herskár. Þannig að hann hefur bara upplifið það að nú er lag á að tala þessi mál með þessum hætti. Til að tala ekki hvað hann slagur efnahagsmálar aðra? Já. Það eru grunnkerfi samfélagsins. Það sé smjörklípa. Grunnkerfi samfélagsins eru að hrynja út af margra ára vanrækslu og lélegri stjórn ríkisins. Og þá segir það er ekki mér að kenna, það er bara þessum að kenna og bendir á eitthvað nokkra tugi flóttamanna sem eru, ekki úgrænumennir og ekki Venesúlamennir, þetta er bara einhverju örfórar. En það er annarkvort að vera hann að sækja sér svona sókn til næstu kosninga eða hann er að undirbúa eitthvað flein inn í ríkisstjórnarsamstarfið. Katrín kom strax svo eftir, dró úr þessu. Einmitt, sko. En svo hafði bara ekki heyrt þetta. Já. Og bara tala svona skildur Íslands og... Já, og svo tala alltaf við höfum áður rætt eitthvað, hún er alltaf að vísi eitthvað sem að við höfum ekki tekið eftir í fortíðinni, sko. Það er sama hvað hún er spurð, þá leitur hún alltaf eitthvað aftur til fortíðarinnar, eða núliðina fortíðar, sko. Og er þá að finna eitthvað sem til að réttlæta stöðu dagsins, sko. Verður þetta svo innhaldslaust og verður erfitt fyrir hann þegar hún þarf að mæta einhverjum að hörkum. Kannski er þetta verkstjórinn í ríkisstjórn sem er að segja það, við ræddum þetta þarna til þess að gera þetta. Við erum að muna að við vorum búin að gera samkomulag þetta, kannski er hún að tala inn í ríkisstjórnaborðið. Það er ekki spennandi. En þegar svona gerist, að þegar traust molnar, þá stundum ekki hægt að líma það saman. Heldur að ríkisstjórnin hafi farið bara í þessum aðdraganda þessar ráðherraskipta, enginn reikna með því að þessi söguþráður fari í gang, að allt í einu bara fara eitthvað í gang og nú sé þetta orðið óviðráðanlegt ástand. Uppsöfnu reiði. Já, breytist allt, nú breytir allt merkingu. Hvernig þau hentu öllum málunum út úr þinginu, gáfust til upp. Og þessi merkilega fjármálaáætlun maður, hún var svo bara sett bara á lesin maður. Þingi samþættina bara á þess að fjárlaganefndin læsana, sko. Ok, en þá er eitt eftir, allavega. Ákvörðun Svandísar. Hún er náttúrulega eldri en 2 í pólitík, eins og þetta er. Hún veit nákvæmlega hvað hún að gera. Þannig að hún kastar þessu bara inn á borðið, óundibúið, eins og þess vegna eru allir sem að reiðir, eins og Sigurður Ingi. Hann bara herðið í morgun. Það byrja á morgun, sko. Hvalveiðin að byrja á morgun, sko. Já. Hvað er hún að gera með þessu? Er hún að spekja ríkisstjórnina? Vill hún að ríkisstjórnin spekja? Já, ég velti því fyrir mér, sko, hvort hún sé líka leið að taka fórust í flokknum sínum. Katrín er alltaf veikari og veikari, þó þær séu eflust ágæta vinkonur, en eins og segir, hún er samherjar allavega. Það er allavega svona samherjar, veit ekki hvað það sé. Jú. Svavar Heitin Gesson var að segja mér, sko, þessar 2 húsfrúr í blokkum við, hvað ekki, Dunhaga? Nei, að þær er allt öðru þessi stjórnmálamenn heldur enn, sko.
og þannig að þær hafa verið svolítið svona, veist, nærri hvora nærri. Og verið svona gott par, svona eins og Blair og hérna Brown. Já, svona það svona ólíkar. Það svona dýrkveðið það. Nei, ég sé að það er oft. Íslandsvinir bara. Það er oft sem að koma svona pör í pólitíkum, sem að vega upp veikleika og sannars. Já. Það hafa verið svolítið svona. Það hafa verið svolítið, það er alveg rétti á þér, sko, en þá er það bara, þarna er mikið lag fyrir hana. Kannski er hún að bjarga líka með því að segja loksins bara ákveðið nei við þessu og komast upp með það, sko, alveg til 31. ágúst að hún getur ekki stöðva hvalveiðar, hún getur bara ekki út reglugerðir hvalveiðar, en að þingið verður að breyta lögum til að stöðva hvalveiðar. Þannig að hún er búin að hendi svo til 31. ágúst. Það er út fyrir vertíðina, sko. Já, ég vil það, já. Það verður ekki vertíð. Þeir eru kannski 1 mánuð, sko. Eitthvað sem að kannski tekur ekki að starta öllu þessu apparati fyrir, sko. Ég veit ekki það. En þá er þarna, sko, myndar þarna, er hún búin að gefa Vinstri grænum svona mikla sérstöðu í prinsipmáli. Sko eftir myndirna voru teknar borðið hvalveiðibátunum, hafi fólk svona almenn sem ég hvalveiðar ekki svona, nei, enga skoðun á því, en eftir þetta þá er þetta svolítið öðru vísi, sko. Við viljum ekki að vera að kvelja eitthvað dýr í 5 klukkutíma dauðelt, sko. Með sprengju brota inn í sér og við viljum það ekki. Í svona vafasumum tilgangi líka, það er ekki eins og sé hvalkjöt á borðum okkar og við ekkert annað í matinn, sko. Nei, og svo er líka hitt að allinu hafa þessir hvalir mjög jákvæð áhrif upp á loftslagsvána hjá okkur, sko, þannig að það er, sko, enn leggst, sko, á gegn Kristjáni Loftssyni blessuðum, en ég held að hún er örugglega, sko, hún er náttúrulega svo sem að fréttirnar verða í dag, alveg tvímælust og jafnvel á morgun og eitthvað, og þá er hún komin mjög, sko, framlega, loksins, sko, stappar eitthvað niður fæti og fer ekki að vilja hinarlokkana. En ef þú ferði yfir allt sem að fyrirverandi kjósendur VG geta sagt, þú veist, að flokkurinn hafi allan hann skít sem að flokkurinn er búin að geta. Er þetta málið sem að, sko, fyrirfram að VG myndi velja til þess að sprengja ríkisstjórn á? Já, akkur ekki. Þetta er gott mál til þess. Stundum er þetta sagt, og ég held að menna hafi verið að tala um það gæra, því að það var náttúrulega komin svona augljóst að það var við Suðurmörk bara ríkisstjórnarsamstarfið. Og þá segja svona menn sem eru eldri en 2 vetra að það er ekki fyrirsjáanlegt að ríkisstjórnin muni springa, en ef hún springur, þá springur hún okkur máli sem við sjáum ekki í dag, af því að það kemur bara eitthvað mál upp allt í einu. Og það kom upp í dag. Já, kom upp í dag. Það er nefnilega, sko, þjóðin hefur aldrei verið meira á móti hvalveiðum heldur en núna, og sjálfstæðisflokkur og framsóknarflokkur, þeir vilja verja áframhaldandi veiðar, sko. Og við VG á móti, þetta er, sko, málið, sko, og þetta er mál sem að ríkisstjórn getur sprungið á. Þetta er svona prinsipmál mikið. En hún er náttúrulega að springa upp á því að hægri mennirnir, sjálfstæðisflokkurinn og framsókn, þeir bara nenni sig ekki lengur. Þeir nenni ekki lengur að tróða málum í gegnum VG. Er það ekki? Jú. En VG, akkur ætti VG að vilja springa? Að þið geti ekki borðað meiri skitt? Já, sko, það væri mjög erfitt fyrir hana að heimila veiðarnar. Náttúruverndarflokkurinn og allt það, sko, umhverfisflokkurinn, og það væri mjög erfitt fyrir Vinstri græn að verja þetta, en það virtist allt stefni í þetta samt, sko. Bara þar til bara í hádeginu í dag gerðu kúvending á öllu og mál Jóns Gunnarssonar og Guðrúnar Hafsteinsdóttur verður ekki neitt, sko, í samanbyrju þetta. Og ég heyrði tónin í Sigurði Inga í seinnipartinn í dag og það var ekkit skemmt efni, sko. Og svona gerist þetta. Algjörlega ósammála þessu. Já. Ríkisstjórnin hafði sprungið af svona ýmsum ástæðum. Já. Það er síðasta sem sprakk var Bjarnastöðin. Já, út af uppreisn æru. Og það kom eins og trum úr heiðskjúri lofti og samþykkt á miðnætturfundi í Bjartri framtíð. Var ekki alveg svona skýr aðdragandi að því, en hún sprakk. Þar áður sprakk. Það reyndar að var mjög mikil titringur í samfélaginu. Já.
þegar það vitnaðist að faðir Bjarnabén hefði sem sagt veitt einhverjum perra að skrifa undir hann þetta på uppreisnæri. Já, og flokkurinn reyndi að fela það. Bjarni var búin að heyra þetta löngu áður og það var reyna að halda þessu frá fólki. Það hefði verið. Ríkisstjórnin sem sprakk þar áður, það var út af Panamaskjölunum. Og þá var bara fólk á götum úti og það varð bara að segja við almenning þessi ríkisstjórn hætt en við ætlum að vera aðeins lengur til þess að skapa eitthvað svona færi til þess að ná vopnu sínu fyrir næstu kosningar. En hún bara, þetta var var þetta ekki bara 2 sólarhringar frá viðtalinu í Já, þar til að Sigur Ingi var orðin Já, og með þessu að hann yrði til og það yrði kosið í haust. Þá mældust Píratarnir sko 34,5%. En það fór niður í 14. Heldurðu Það svo mörg þannig dæmi sko. Hvað samstað ekki hérna hjá Lilju Músisdóttur? Það var nú bara svona 1-2 mælingar. Já, ég að segja þetta er sko En Samfylkingin er búin að vera svona hátt uppi 27-28%. Eða verið svona síga upp í það eða stíga upp í það. Heldur að þurfi ekki að vera svolítið svona kjarkur hjá Bjarna og Sigurði að þora að boða kosningar þar sem að einn af stjórnarnæstuflokkunum í svona miklu uppsvingi. Eða heldur að þeir segi ekki þess aftur sambandi eins og Panama að segja, heyrðu við bara frestum kosningunum í svona ef við fáum 4 mánuði að þá munum við ná vopnum okkar. Já, kannski. En ég held að verði ólíft í ríkisstjórnin allan að næstu vikunar. Og ég kannski þóraður ekki að fara í kosningar, ég veit ekki, en það er bara samt, þeir eru ekki marga kosti, þetta er ónýtt. Það er bráð úrlausnarefni, sko. Já, svakalegir samningar næsta í haust og verða óleysanlegir nema ríkisstjórnin komi bara með stóra pakka sem að Sjálfstæðisflokkurinn vill ekki koma með á borðinu. Nei. Þannig að hann kannski vill að íslensk stjórnmál snúist eitthvað allt annað. Kannski verið það. Flottamenn. Ég held bara að þetta sé svo stórt mál. Ég held það. Þetta, sko, það þarf mikla lykkni til að ríkisstjórnin springi ekki á þessu sem er núna uppi. Og talanum ekki með svo út að benda á sko, í vetur þegar verður sko, hvernig þáttaka ríkisvaldsins verður við samningaborðið, eða það sem til að leggja til, sko. Það kemur enn í ljós, sko, bíli sem er þá á milli VFG og Sjálfstæðisflokks. Þannig að þetta voru kaldi vetur. Já, það hefur náttúrulega verið ljóst að þessi ríkisstjórn getur ekki komið sér saman neitt, sko. Nei. Nema þetta er svona neikvætt eða svona neitunarvald bara frá öllum. En erum við með markvalda verðbólgu á við nágrannaþjóðirnar og markvald hærri stýrivexti, þetta er bara því við erum bara slóðar, sko. Það getið allir aðrir, sko. En hér er bullandi verðbólga, það verið að éta upp, sko, sparna fólks, það allt. Þú ekki hlustað á Bjarna Benediktsson, hann segir að hér sé allt drjúpist meira hverju strái. Jú, ég er bara svona af reynslu, þá bara trúi ekki öllu sem að segja. Herðu, en ég ætla að halda áfram að rekja ríkisstjórnina sprungið, því að við erum komin að ríkisstjórninni sem að sprakk 88, ríkisstjórn Þorsteins Pálssonar. Það er eiginlega síðasta ríkisstjórn sem að sprakk. Það var undan þessu 2 sem að eru bara í nýliðinni í sögu. Að sömuleyti finnst mér stemmingin núna vera lík því. Því að þar var það þannig að Steingrímur Hermannsson og Jón Baldvin Hannibalsson sem að leiddu fyrir sína flokka fengu bara allt innu nóg einhvern veginn af Sjálfstæðisflokknum og að sömuleyti var það ákvörðun Sjálfstæðismanna að snúast gegn matarskattinum. Ég meina veit ekki hvort að fólk mani þetta en það var svona svolítið svipað og að allt í einu kasta fram ykkur á borðið sem er bara óundirbúið. Albertsmálið er þarna líka. Já. Þannig að hann er raunverulega Þorsteinn rekur Albert úr ríkisstjórninni. Já. Hann var fjármálaráðherra. Já. Og hann hafði sem sagt... Nei, það var áður, sko. Þetta er eftir kosningarnar, borgaraflokkurinn er þarna á þingi. 87 kemur Sjálfstæðisflokkurinn með 27% fylgi, aldrei mælst lægri, mynda ríkisstjórn með Framsókn og Alþýðu flokk. Og þeir fara í það, Jón Baldvin er fjármálaráðherra, situr á staðgreiðslu skatta og virðisaukaskattin sem var kallaður matarskattur af því það var bara átti að vera svo straumlínulega, það átti bara að vera 1 þrep í tekjuskattinum og 1 þrep í virðisaukaskattinum
og kastað eggjum í heimili Jóns Baldvins út af matarskattinum, mikill hiti kringum hann. Og svo þegar fyrir að líða að hausti, að þá allt í einu snýr Sjálfstæðisflokknum við stefnu sinni og segist vera móti matarskattinum, sem eftir að Jón hafði verið að standa, ganga einhverja eldgöng í marga mánuði, upplýði þetta sem alveg bara ótrúlega svik gagnvart sér, og Steingrímur gerði það sama. Og þá var það einmitt ljóst, eins og svipað þú ert að lýsa núna, að þetta fólk myndi ekkert vera saman í ríkisstjórn, sko. Það var bara augljóst að þau hefur bara engan á því. Þannig mér þetta eiginlega líkasta dæmið sem að ég man eftir. Það sem að sko ríkisstjórnin bara hættir af svona stemningsleysi. Þessi frægu stjórnarslit í beinni útsendingu og Stöð 2. Og þá gerist þetta þannig að þetta bara svona hékk í loftinu. Skömmu áður en þetta að þá fór ég sem blaðamaður á fund í 8. salnum Hótel Sögu sem Steingrímur Hermannsson var, og hann sagði bara Róm brennur. Ég maður þetta var fyrirsögnin eitthvað Róm brennur eitthvað, en hann var svo harður, sko, áraðin utanríkisráðherra, formaður Framsóknarflokksins, troðfullu salur af fólki. Það var nú stemningsmaður líka og svona uppátækisamur og fýtgæi, sko, en þarna var hann, sko, hann bara sagði þetta, sko, það ekki gert hér þrátt fyrir að, sko. Og þetta nefnilega svolítið líkt, ef bara það sem að Bjarni að segja á tröppunum á Bessastöðum, hann að segja Róm brennur, við verðum að grípa eitthvað til, og við getum ekki gert það með þessa ríkisstjórn vegna þess að VG stendur við fyrir því. Þú veist að maður raðar því sem að Bjarni segir og það sem Jón sagði og því sem hefur verið. Þannig að mörguleit þetta líkt. Það sem verið að mála það upp innan úr ríkisstjórninni, að það sé ykkur vandamál sem að við verðum að bregðast við, en þessi ríkisstjórn bara ekki hæf til þess. Sennilega verður það þannig. Ekki? Jú. Við erum að tala okkur inn á þessi ríkisstjórn sem að fara að springa. Já, ég bara einhvern veginn, í dag væri það bara vel þau, hvaða möguleikar í stöðunni. Ég get ekki séð, sko ég séð, sko þegar ég var þingfréttamann, þá var fyrsta ríkisstjórn Davíðs Oddssonar, með krötunum, og þar voru oft glæringar maður, en þar voru svona naglar, sko, sem fóru í gegnum þetta, eins og Friðrik Sófusson og Sighvatur Björgvinsson og þessar sem voru, sko, þegar allt logaði, sko, voru kannski menninni sem að, sko, höfðu bein í nefinu, kiknuðu undan fyrsta höggi og þetta, sko, þannig að ég sá, sko, riflitin þeir voru bara opinber, sko. Og það var mest vegna Jóinu, hún var félagsmálaráðherra og vildi félagslegar íbúðir. Halda áfram uppbyggingu félagslegs húsnæðis og væri nú gott hjá okkur ef hennar stefna hefði fengið að vara síðan þá. Því miður. En þar gaf, sko, fjármálaráðherrann eftir, sko. Friðrik, hann sem sagt, Jóhann hafði betur. En hún þurfti að berjast fyrir þessu inn í sínum eigin flokki líka. Hún hefur sagt frá því seinna að hún hefði eiginlega haft betri bandamann í Davíð Oddssyni heldur en Jóni Baldvin í þessari baráttu sinni. Ég sá þau á flokksþingi eða landsfundi eða eitthvað hét hjá Alþýðuflokknum og það fór ekki milli mála, sko. Þetta var í íþróttahúsinu í Digranesi og þau voru bara leitt saman inn í einhvern sturtuklið íþróttahúsinu til að takast á, sko, svo þetta verði ekki fyrir okkur tjöldum, sko. Svo það verði ekki að rífast fyrir fram að börnin. Og það var, sko, andin var svoleiðis þar, sko. Ok, ef að ríkisstjórnin springur og er leiðin í kosningar, það hefur nú verið sagt að Bjarni væri öllum líkindum að hætta. Þú hefur svolítið verið að benda á hvernig alltaf pirrar í þinginu og svona. Þetta er komið inn í, sko, skoðanadálkan í Viðskiptablaðinu. Að Bjarni sé pirraður og fúll og leiðilegur bara. Þeir lesa við minn, það er greiðlega. Og þeir kannski horfa líka Alþingisráðsins því þetta. Jú, hann er náttúrulega svo sýnilegt þar, sko. Það hefur verið rætt svona að þetta væri síðasta kjörtímabili hans, hann myndi svona víkja. Já, hann er búin að ná því að verða formaður Sjálfstæðisflokksins lengur í Davíð Oddsson. Ég held að það hefur verið takmarkið. Hann er búin að ná því. Hann gæti verið frjáls bara á morgun. Þannig að ef að það verða kosið, að þá mun einhver annar leið að það gengur ekki.
ef það á að fara að kjósa þá mun Bjarni Benediktsson leiða flokkinn. Sama með Sigurð Inga sem að menn voru svona að tala að væri orðin svona þreyttur á þessu og annarkot Ásmundur eða Lilja myndu vilja reyna fyrir sér. Það hefur verið talað að Katrín myndi ekki fara í aðra kosningar. Ef ríkisstjórnin springur, þá breytist þetta alltaf. Þá fara þessi þrjú. Akkurru? Þú nærði ekki að gera hallabildingar í flokkum á svona skömmum tíma. Nei, ef Bjarni ákveður að hætta, þá tekur bara varaformaðurinn við. Að hann hætti, ríkisstjórnin springi, hann hætti, gefist upp og feli var, ég held að bara sé erfitt fyrir hann að kyngja því svona sem auðvitað metnaði. Það ekki nógu góður endir á ferlinu. Nei. Sama með Katrínu sem hann sá kannski fyrir sér að hætta sem friðarhöfðingi og fara svo til starfa í erlendu vettvangi að ef að ríkisstjórnin springur að þá kemur svona það. Ef að sendir. Það kannski enn líklega Svandís. Hvað gerir reiður maður? Hver tekur rétt ákvörðun mjög reiður? Bjarni er svona pirraður og leiður og reiður og hvað á hann að taka rétt ákvörðun? Já, persónulega metnaði. Já, það er það eina. Já, það ekki á stjórnmálunum. Nei. Reiði maðurinn, hann segir, ég ætla nú að sína og sanna eitthvað. Svo veður hann eitthvað áfram. Já. Og enginn stoppar. Það er gallin við reiðin að þú ert ekki með dómgrind, sko. Þannig að það er enginn til að stoppa hann. Enginn til að stoppa hann. Enginn, það er ekki nokkur maður með taumhald á hann. Nei, ég held ekki. Já, kannski. En ég held sko ef það verið kosið þá verður þetta sóknarfæri verið sósíalistaflokkin. Já, vinstri vængurinn er svolítið lasinn. Og ég vil efast að séu margir þar sko. Allan eða ekki þeim sem eru á þinginu núna. Svo það hverjir eru svona tilbúnir í kosningar. Kristrún var einhvern veginn að spurða þessu. Og þá var hún eiginlega svona að tala inn á það að hún vildi frekar að ríkisstjórnin myndi laga út kjörtímabilið af því að hún á eftir að sko veist að bara endur manna allt sitt lið sko. Ég held að hún sjá fyrir sér sko umbreytingur á samfélkingunni að hún mæti næstu kosningar með bara ríkisstjórn. Bara ráðherra kaliber í öllum stöðum sko. Það sé svona hennar metnaður. Og þá megi þá margir sem að nú eru bara að fara að pakka saman. Sem er í þingliðinu. Já, það er, ég held að sé ekkert leyndamál að það er erfiðleikar í þingflokknum. Þrátt fyrir að flokknum gangi vel í skoðanakönnunum. Það er að vera sálfræðingar til aðstóðar og fólk talar ekki saman. Þannig að mér finnst það ólíklegt að hún ætla Var það vegna þess að var skipt þingflokksformann eða? Já, ég held að það hafi verið komið áður. Ég held að bara að Kristrúnu og Oddnýju til dæmis, þeim lindi bara ekki saman. Já, Oddnýju er svolítið besti þingmaðurinn eða eitthvað? Ég veit ekki. Ég vil setja svolítið á netinu. Já, hún er svona sólid, hún er svona... Meiðir engan í skada. Nei, og heldur svona sinni svona jafnaða línu alltaf. Já. Talar ekki dýtlu nokkur mann og svona, hún kann sig. Já. Hún er svona álíka gætin og Birgir Ármannsson. Hann er kurteis maður. Þannig ég veit ekki, þú veist, Kristrún talaði svolítið þannig að það veri verk að vinna. Já, þau eru lengri tíma. Þau eru búin að vera á ferðalagi landið að tala við almenningum heilbrigðismál. Þau ætla að kynna það í haust, þannig að planið, Kristrúnar planið, er kostningar sko eftir 2 ár. Hún hafi frí fram á hausti til að klára þetta. Nei, það er Ég heldur getum ekki verið verið stödd sko heldur verið núna sko í þessum málum. Sem þjóð. Já, ég get ekki sé hvað sko mér finnst úrræðaleysið mjög mikið og ég get ekki séð það að við séum getum farið niður á við þó að það eru skiptur ríkisstjórn. Nei. Þú ætlar ekki að hlaupa í panik yfir að stjórninni fallin? Nei, þetta er vandrað ástand. Við sjáum það bara, til þess bara húsnæðismálunum. Og hvað er raunverulega að gerast? Það kannski mjakast eitthvað áfram, en það er neyð í landinu, sko. Ég vinn svolítið með leigjendum og þeir eru alveg að gefast við að vera gær, var enn einn glærusjóið hvernig það ætti að leysa þetta. Þannig að ég held að fólk sé orðið rosalega langþreytt á
svona gasbrínum. Já, gasbrínum. Það er ekki hægt að benda á neitt, sko. Nei. Nefnum ykkur að glærur. Já, það er málið, sko. Það er svona að býr enginn í glærum, sko, en nei, þetta er heljarinnar vondmál og svo, já, það er hvað getur þið, greiðslumat, löginu það er svo sett eftir hrun, sko, bara að byrja brunnin eftir voru öll komin onni hann, sko. Þessu er ekki verið breytt, sko. Og þannig að fólk nær aldrei að, sko, standast greiðslumatið til að komast að stað, sko. Þetta er vond mál. Ekki mannlegt, sko. Herðu, þetta verður spennandi í næstu dagar, fyrir næstu klukkutímur. Já, þegar svona ástandi komið, þá getur það verið þannig að bara hver fréttatími íti stjórninni nær. Já. Túmann sjálfur, það er að þú og Gunni Andrésar voruð alltaf Steingrim Hermannsson með, það var ekki 91? Já, ég man eftir því að þú varst að tala þegar ríkisstjórnin sprakk í beinni útsettingu, þá var ég að vinna á DFF og við báðir held ég. Það var svona búið, ég var eitthvað síðastur, það var búið að ganga frá öllu og ég satt bara inn í potti með lappirnar upp á borði og var að horfa á Ísland í dag og ég held að þetta hefði verið svona viðtal áður en þetta var eitthvað, Ísland í dag var alltaf að breyta, þau voru alltaf svona magasín fréttir og þá hefði þetta verið svona spjall við Jón Baldvin og Steingrim svona fyrir fréttinar. Og þá allt innu bara að segja þetta, að þú veist svona ekki alveg berum orðum og ég var búið að loka blaðinu og kom upp í prentsmiðu. Þannig ég auðvitað að ringja í fréttastjóran og segja það var bara ríkisstjórn að springa þetta í beinni útsendingu og bara þetta var einhvern veginn, ég held að þetta hef ekki verið fréttina, sko, því að Jónas Haraldsson var ekki svona að horfa á þetta. Nei, blaðir fóru alltaf mótnana. Nei, þetta var laugardagsblað. Þetta laug. Já, þetta var föstaskvöldi. Já, föstaskvöldi, já. Það var bara búið, og ég náði inn einhverju smá pung á bakið til þess að segja frá þessu. Eða hvort að við náðum að skipta út baksíðu fréttinni. En þannig gerðist þetta. Já, það er eins og þeir sjálfir, þeir áttu frumkvæði að segja þetta. Já. Þeir voru ekkert spurður það, er þá stjórnarslít? Nei. Nei, mér fannst þetta að vera þannig eins og að þú veist þetta ekki gæti, minna þeir hefðu komið þarna, sest í settið og þeir gætu farið með samtalið þangað eða ekki. Mér finnst þetta að vera bara eins og þetta hefði bara verið að gerast bara fyrir framan, sko. Þetta var ekki planað hjá þeim og þeir töluðu þessu upp í þetta hver annar. Það var alveg ótrúlega að segja þetta. Hvernig ríkisstjórnin bara brann upp þarna. Og sömuleyti er þetta ástandi núna minnir svolítið á þennan tíma. Það sem að hvert orð ítir svo raunverulega lengra. Og til þess að stoppa þetta, hvað þarf að gera þá? Þá þarf eiginlega bara að ná öllum saman, láta allir þegja, eigi fyrir fréttinnar og að búa til einhverja sko sátt sem að getur verið rosalega flókið mál. En samt, 1991 verða straumhverju íslensku stjórnmálum náttúrulega, þegar að Davíð sigrar Þorstein í formannskjörinu. Mjög ólíki menn. Og skömmu fyrir kosningar. Já, skömmu fyrir kosningar, já. Og þá var hann svolítið særður, Þorsteinn, eftir þetta. Hann hafði komið með lagasta árangur formanns Sjálfstæðisflokksins sem að Bjarni er búin að slá hverju kosningum. Allt hann eða neðar. Hann hefur einu sem við komist yfir Þorsteinn. Hann komst einu sem í 29%. Þetta var ekki 2016. En staða Þorsteins á þessu tíma var mjög erfið, sko. Kannski var þetta bara fínt árangur hjá honum, sko, miðað við allt og allt. Já, klofnaði flokkurinn á hans vakt, það var borgaraflokkur fór. Flokkurinn klofnaði á vakt Bjarna Ben, sem Viðreisn fór. Mér finnst það annað sem að maður heyrir í Sjálfstæðismönnum miklu meira að tala núna, eins og að það hafi verið áfall að hafi klofnað flokkurinn. Það verið að segja svona að flokkurinn eigi að vera það breiður, hann eigi að geta náð fólkinu inn aftur. Og líka kannski grunur það að margt af Viðreisnarfólkinu væri alveg til að koma aftur. Vegna þess að svona Viðreisn virðist ekki vera leiðangur sem er að skila hann inn, sérstaklega eftir að þegar Kristrún hættir að tala um Evrópusambandið og Viðreisn eitt skilið eftir með það, þá tekst þeim ekki svona vaks á því, sko. Það vera eini Evrópuflokkurinn. Það er margt í pólitíkinni. Já, margt í pólitíkinni. Verður eitthvað allt annað á morgun? Allt annað á morgun. Nei, framhald að þessu. Ég held að þetta sé mál sem að enginn er búin að býta úr nálinni með. Nei, Sigurjón, takk fyrir að koma hingað. Takk fyrir mig.